Tumi kemur honum hérna á Theodor og hér fyrsta markið. Þeir að koma sér yfir. Tumi Fannar Gunnarsson eftir frábæra sendingu frá Theodor Inga Óskarsinni. Það eru Fylkismenn sem að skora fyrsta markið. Og Tumi var svo rólegur og yfirvegaður. Þessi 21 árs gamli leikmaður, sjáum þetta hérna, Tumi kemur boltanum hérna á Theodor, hleypur síðan áfram, frábær sending, Theodor Ingi. Arnar Daði kemur út úr markinu, en þessi sending algjört augnakonfekt. Ekki bara hann nær að senda inn fyrir heldur, það alveg rétta vigtin á sendingunni. Það voru þrýstingur hérna sem hefur verið að setja á Fylki. Og þessi inni! Það hlaut að koma að því! Þetta búið að liggja í loftinu hérna núna ansi lengi. Segja þetta sé bara algjört sjálfsmark. En gríðarlegu kraftur í Aftureldingarliðinu sem að færir þeim þetta jöfnunarmark. Vel gert hjá Elmari. Bjartur hérna, hann setur hann í varnarmann. Sjáum hver það er. Það Hlynur Sævar Jónsson sem að færa hann í tána hérna og yfir Ólaf í markinu. Sjálfsmark. Fylkir 1, Afturelding 1. Elmar skorar að miklu öryggi. Lappar að hannum og setur hann. Örugglega í hornið 1-1. Skorar. Öruggt. Fyrir Arnar Breki. Hann verður það! Arnar Daði! Alveg út úr stöng! Hann skorar að miklu öryggi Andi Hotti. Það gerir það. Hann setur hann í slóna! Óður í slóna! Fyrir Nikolás. Skoraði sjálfsmark í þessu leik. Hann skorar að miklu öryggi. Stáltaugar. 3-3. Bráðabanni. Skorar. Öruggur. Hann verður þriðju vítaspyrnu. Afturelding komið í úrslitaleik í fyrsta skipti í sögu félagsins. Arnar Daði Jóhannesson ver 3 vítaspyrnur og þetta fagnar meðal annars Andrés Guðmundsson, faðir Axels, sem skoraði úr 4. vítaspyrnunni. Þetta ævintýralegt fyrir Mosfellinga. Þeir eru konum með lið í úrslitaleik Mjólkurbikarsins.